Ögur stund gæti orðið í viðræðum framtíð Úkraínu í þessari viku, segir utanríkismálastjóri ESB. Hún óttast að Rússar og Bandaríkjamenn þrýsti á Úkraínu eftirgjöf á landi. Samfylkingin áfram langstærsti flokkur landsins samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup og Miðflokkurinn hefur aldrei notið meiri hylli. Ríkisstjórnin heldur fylgi sínu betur en ríkisstjórnir síðustu 16 ára. Óvíst hvort raforkuframboð anni eftirspurn á næstu árum samkvæmt nýrri orkuspá. Einnig ólíklegt að stjórnvöld nái markmiðum í orkuskiptum nema gripið verði til frekari aðgerða. Hvað klukkan? Ekki einföld spurning þegar fólk ekki sammála eftir hverju eigi að stilla klukkuna. Sumir vilja morgunbirtu meðan aðrir vilja lengur bjart síðdegis. Já, mér finnst þetta breytinni. Það bara, þá fær maður meiri birtu á morgnana og Besta leiðin til að standa vörð tungumálið að syngja íslensk lög með börnum, sögðu Benni Hemhem og Páll Óskar, sem stýrðu samsöng í Snælandsskóla á degi íslenskrar tónlistar. Fyrir þau sem kjósa sitja hjá, horfa á alla aðra ráðast á. Gott kvöld. Það gætu orðið tímamót í þessari viku, segir utanríkismálastjóri Evrópusambandsins. Viðræður frið milli Úkraínu og Rússlands standa enn yfir og forseti Úkraínu segir að áætlun Bandaríkjastjórnar líti betur út en í fyrstu eftir erfiðan fund í gær. It could be a pivotal week for diplomacy. We heard yesterday that the talks in America were difficult but productive. Sendinefndir Bandaríkjanna og Úkraínu ræddu saman í Flórída í gær áætlun Bandaríkjanna stríðslok. Utanríkismálastjóri ESB vísaði hér á undan í aðalsamningamann Úkraínu sem sagði viðræðurnar hafa verið erfiðar en gagnlegar. Í dag fundaði Zelenský með Frakklandsforseta í París, auk þess sem þeir ræddu við fjölda leiðtoga Evrópuríkja í gegnum fjarfundabúnað. Zelenský greindi frá því að Úkraínumenn hefðu fengið nákvæmari upplýsingar frá Bandaríkjamönnum öryggistryggingar sem þeir ætla að veita ef samningar nást. Тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає краще. Varnarmálaráðherrar Evrópusambandsins áttu fund Úkraínu í dag. Utanríkismálastjóri ESB hefur áhyggjur af því að niðurstöður viðræðna Bandaríkjanna og Rússlands í vikunni verði til þess að setja enn meiri þrýsting á Úkraínu, til dæmis að gefa eftir land. I'm afraid that all the pressure will be put on the weaker side because that is the easier way to stop this war when Ukraine surrenders, but this is not in anybody's interest. Sendinefnd Bandaríkjanna ræðir við Pútín í Rússlandi á morgun. Enn þó alveg óljóst hvort hann samþykkir áætlun stríðslok í Úkraínu. Він може наступити, но не сьогодні, не завтра і Ні, скоро не буде. І тут хитра геополітична гра. Trump is not a good friend. I think he's a greatest friend for Moscow, for Kremlin and for Putin, I think. When Putin is dead, and then peace will come to our home. Samfylkingin mælist enn langstærst og nærri þriðji hver segist myndu kjósa flokkinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Miðflokkurinn hefur aldrei mælst þar stærri og fær meira fylgi en Sjálfstæðisflokkur. Í þjóðarpúlsi Gallup sem gerð var í nóvember var fólk spurt hvaða flokk það myndi kjósa ef kosið til Alþingis í dag. Rúm 31% sögðust kjósa Samfylkinguna, hátt í 20% Miðflokkinn, 16,5% sögðust ætla kjósa Sjálfstæðisflokkinn, tæp 13% Viðreisn, 5,6% myndu kjósa Framsóknarflokkinn og litlu færri eða 5,2% myndu kjósa Flokk fólksins. Þeir tveir flokkar sem dutt út af þingi í síðustu kosningum, Píratar og Vinstri græn, mælast með áþekkt fylgi 3% og Sósíalistaflokkur Íslands sem rúmlega 2% fylgi. Yrðu þetta niðurstöður alþingiskosninga fengi Samfylkingin 22 þingmenn, Miðflokkurinn fengi 14 og Sjálfstæðisflokkur 11. Viðreisn fengi 9 þingmenn, Framsóknarflokkur 4 og Flokkur fólksins fengi 3. Hvorki Píratar né Vinstri græn mælast með mannin á þingi og heldur ekki Sósíalistaflokkurinn.
Samfylkingin sem fyrr eini ríkisstjórnarflokkur sem auki fylgi sitt frá kosningunum í fyrra. Það 50%. Fylgi Viðreisnar minnkað hátt í 20% og fylgi Flokks fólksins hefur dregist saman meira en 60%. Spurt stuðning við ríkisstjórnina, hann hefur minnkað lítillega og nú 59%. Magnús Geir, hvað skýrir þessa miklu sveiflu til Miðflokksins? Það búið að vera mikill meðbyr með Miðflokknum. Hann hélt flokksþing á dögunum þar sem hann kaus sér nýjan varaformann. Flokksmenn búin að vera mikið í umræðunni og svo hafa þeir verið svolítið klókir að koma sínum málum á dagskrá. En svo það líka bara þróun sem við sjáum mjög víða í Evrópu, þessi klassísku hægri flokkar. Þeir veit ekki alveg hvernig þeir eiga að verjast uppgangi í svona róttækari hægri flokka. Það til dæmis mjög sýnilegt í Bretlandi þar sem íhaldsflokkurinn bara nánast í útrýmingarhættu. Og svona sjálfstæðisflokkur hefur svolítið verið að elta Miðflokkinn til hægri en bara eins og við sjáum á þessum tölum þá það ekki skil á flokknum neinu. En ríkisstjórnin virðist ennþá standa traustum fótum. Já, svona það miðað við hvað hefur gengið mikið á í efnahagslífinu undanfarnar vikur. Þá eiginlega merkilegt hvað fylgi ríkisstjórnarinnar seigt. Eins og kom fram á þá hann að halda sínu fylgi betur en fyrir ríkisstjórnir alltaf til ársins 2009. Þar munar náttúrulega mestu Samfylkinguna því að fjær örlítið undan Viðreisn. Og flokkur fólksins nálgast eiginlega hættu mörk. Þráttur að sá flokkur hafi tekist að koma svona 2 stórum málum í gegn í nóvember þegar könnunin var gerð. Það samningur Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk, réttindi fatlaðs fólks og svo gæludauðafrumvarpið. Svona heilt yfir þá fylgið ekki að fara mikið á milli blokka en það kannski helst að leki frá flokki fólksins til Miðflokksins. En það líka svona fleira í þessari könnun sem vekur athygli. Ef við skoðum til að mynda fylgi flokka í Suðurkjördæmi. Þetta kjördæmi hefur verið svolítið á skjön við önnur kjördæmi og til að mynda eina kjördæmi þar sem Samfylkingin ekki stærst. Flokkur fólksins fekk flest atkvæði í síðustu kosningu þarna en það fylgi meira og minna farið og að langmestu yfir til Miðflokksins, einhver leyti til Samfylkingar. Þetta fylgi formanns Sjálfstæðisflokksins sem úr þessu kjördæmi en þarna sá flokkur þriðji stærstur. Og ef við skoðum aðeins Framsókn, þar formannskosningar í febrúar og svona áhugavert að skeggnast á bak við það. Flokkurinn mælist varla í Reykjavík sem hlýtur að vera kannski áhyggjuefni fyrir Lilju Alfreðsdóttur sem vill verða formaður Framsóknarflokksins og svo náttúrulega oddvitinn í borginni Einar Þorsteinsson, hann hlýtur að svitna við þessar tölur. Að lokum skoðum þá fylgi Sjálfstæðisflokksins eftir kjördæmi. Hvar hann að tapa fylgi til Miðflokksins? Jú, annars vegar í norðausturkjördæmi. Þar hann bara með 10%. Sigmundur Davíð að sópa upp hægra fylginu. Þetta nota bene fylgi varaformannsins, Jens Garðars Helgasonar. Og svo hann að tapa líka fylgi í Reykjavíkurkjördæmi norður. Þar Samfylkingin langstærst, hún með 40% fylgi í Reykjavík norður. Einmitt það. Takk fyrir þessa greiningu, Magnús Geir. Og nú eftir að koma í ljós hvort að Lilja Alfreðs vill verða formaður Framsóknarflokksins. Það rétt að taka fram, hún ekki ennþá búin að bjóða sér fram. Rétt. En við ætlum að fara í annað. Enginn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti manns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Ekki ljóst hvernig andlátið bar að. Lögregla fékk tilkynningu á 11. tímanum í gær meðvitundarlausan mann. Maðurinn sem var fertugt var látinn þegar lögregla kom á staðinn. Rannsókn málsins stendur yfir og lögreglan segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Það tvísýnt hvort framboð á orku anni eftirspurn næstu árin samkvæmt orkuspá til ársins 2050 sem var kynnt í dag. Spáin þríþætt og skiptist í raforku, orkuskipta og jarðvarmaspá. Samkvæmt gögnum eru orkuskipti þegar farin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en ekki nóg til þess að ná markmiðum stjórnvalda fyrir árið 2030 án frekari aðgerða. Þá spáð mikilli aukningu í notkun jarðvarma en óvíst hvort framboð raforku mæti eftirspurn á næstu árum. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, velkomin til okkar. Takk. Hverju breytir þessi orkuspá? Hver eru stóru tíðindin í þessu? Já, það eru stór tíðindi að það ein orkuspá sem unnin í samvinnu Landsnets, raforkueftirlitsins og umhverfis- og orkustofnunar, þannig að við þurfum þá allavega ekki að rífast hana. En hún í raun og veru, hún gefur okkur tækifæri til þess að skyggnast inn í framtíðina, til þess að geta tekið ákvarðanir það, hvað er nauðsynlegt að gera. Orkuspáin sýnir okkur það að það er nauðsynlegt að huga því hvort að við eigum ekki að fara að hraða uppbyggingu orkuinnviða. Þannig að það er eitt af því sem orkuspáin sýnir fyrir utan það sem þú nefndir í þínum ágæta inngangi.
En þið hjá Landsneti, þið hafið einmitt áhyggjur af, þið sjáið flutningskerfið og hafið áhyggjur af flutningsgetunni. Hver staðan á kerfinu? Sko staðan svo að við erum að endurnýja byggðalínu svo kallaða. Ég meina við erum með flutningskerfi sem komið til ára sinna. Þannig að við sem að berum ábyrgð á því að reka og byggja upp flutningskerfi, við höfum áhyggjur af því að það ekki hægt að flytja orkuna eins og við vildum og það þýðir það fer ákveðin orka til spillis. Við þetta verður ekki unnað vegna þess að orkuauðlindir eru takmarkaðar. Það mikil fyrirhöfn að vinna orku, að framleiða orku og það sé ekki hægt að flytja hana með ásættanlegum hætti gengur ekki upp. En þetta hefur verið í umræðunni í mörg ár. Hefur ekkert verið gert? Jú. Það bara að reyna betur og gera meira. Málið það að það hefur sumar framkvæmdir hafa gengið bara ágætlega, aðrar hafa bara ekki gengið eins vel og það að kenna leyfisveitingaferli, mögulega einhverju sem við höfum geta gert betur. Það hafa verið fundnar ýmsar skyndilausnir sem gangi ekki upp og ég að tala þá jarðstrengi, að það sé bara lausn að leggja allt í jarðstrengi. Við getum bara ekki rekið kerfið þannig, því miður. Þannig að fólk verður að sætta sig við að sjá þessar háspennulínur og sem að eru nú ekki mikið lítið en það getur nú hver haft sína skoðun á því. En málið það að það þarf að gera betur í þessu og það þarf að auka skilning fyrir því að það sé nauðsynlegt að byggja upp og styrkja flutningskerfi. Þetta verkefni Landsnets en við gerum þetta ekki einn. Hafa stjórnvöld þennan skilning? Þau hafa þennan skilning en svo einhver sem að kjósa stjórnvöld. Fólk verður líka að hafa skilning á þessu. Það verður að vera almennu skilningur og líka sveitafélög. Þetta eru erfiða spurningar, þetta eru mikil áskorun þannig að við verðum að sameinast það að þetta sé nauðsynlegt. Ragna Árnadóttir, takk fyrir komuna. Yfir 6.200 manns særðust eða létust af völdum jarðsprengna í 52 ríkjum í fyrra. Það mesti fjöldi síðan 2020. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu alþjóðlegra samtaka sem berjast fyrir banni við jarðsprengjum. Þó var minna landsvæði hreinsað í fyrra en síðustu ár. Jarðsprengjum hefur verið beitt í auknum mæli á átakasvæðum, svo sem í Mjanmar og Úkraínu. Þá hefur þeim einnig verið beitt í Íran og Norður Kóreu og á síðustu árum í Sýrlandi. Vandasamt að fjarlægja sprengjurnar og þær geta valdið skaða mörgum árum eftir að þeim komið fyrir í jörðu. 90% þeirra sem særðust eða biðu bana af völdum jarðsprengna í fyrra voru almennir borgarar og nær helmingur þeirra börn. 1945 biðu bana af völdum jarðsprengna í fyrra. Það eru 500 fleiri en árið á undan. Meirihluti ríkja heims á aðild að sáttmála bann við jarðsprengjum. Í fyrra tilkynntu Eistland, Lettland, Litáen, Finnland og Pólland að þau segðu sig frá honum skildu þau þurfa að verjast Rússlandsher. Þá hafa Úkraínumenn einnig beitt jarðsprengjum til að verjast framsókn Rússa. Rússlandsher hefur beitt jarðsprengjum í miklum mæli í Úkraínu. Вони під хатою так лежали. Я приходив, допустим, так підійшов, що ящик тільки взяв і це. Я не граблями зачепила, я наступила ногою. І то мене зразу кинуло, я впала, я не зрозуміла, що це таке. Почала повзти. Я так оглянулася, трава в крові. Dómur í einu stærsta peningaráni Íslandssögunnar féll í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Hrannar Markússon var dæmdur í 2,5 árs fangelsi fyrir þjófnað á hraðbanka með 20 milljónum króna úr útibúi í Íslandsbanka í Mosfellsbæ á þessu ári. Hann var einnig dæmdur fyrir aðild sína að Hamraborgarmálinu svokallaða, þar sem 2 menn stálu á 3 tug milljóna króna úr peningaflutningabíl öryggismiðstöðvarinnar. Kona sem einnig kom að málinu í Mosfellsbæ var dæmd í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Hvorugt þeirra var viðstatt uppkvaðningu dómsins. Forseti Ísraels segist ætla að gera það sem best helst fyrir hagsmuni landsins þegar hann ákveður hvort hann veiti Netanyahu forsætisráðherra náðun. Málaferli yfir Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels vegna ásakana spillingu standa yfir. Hann hefur óskað eftir við Isaac Herzog forseta að hann verði náðaður í ljósi stöðunar í landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti sendi forsetanum beiðni sama efnis á dögunum. Netanyahu og eiginkonu hans gefið að sök að hafa þegið mútur, svo sem skartgripi og kampavín að launum fyrir pólitíska greiða. Stjórnarandstaðan skorar á forsetan að verða ekki við beiðni náðun.
Forsetinn kveðst ætla að einblína einungis á hagsmuni landsins þegar hann ákveður af eða á. Fólk kom saman við dómshúsið í dag þar sem málið tekið fyrir, ýmist til að mótmæla forsætisráðherranum eða sýnunum stuðning. Well, there's still a law in Israel, and that's fine. Let him confess his crimes, let him claim his guilt and responsibility, and then ask for a pardon. Það ekki allir sammála hvað klukkan eigi að vera. Þúsundir hafa skrifað undir lista sem eru ýmist með eða á móti því að klukkunni verði breytt. En birtu stundir eru alltaf jafnmargar. Hvað klukkan? Já, þetta einföld spurning en kannski ekki alveg svo einföld vegna þess að það ekki allir sammála hvað klukkan eigi að vera. Það sem stjórnar því hvað klukkan á hverjum stað fyrst og fremst auðvitað sólargangurinn okkar og hvar sólin á því sem heitir hádegisbaugur og hann bara skilgreindur í suðri þannig að þegar sól hæst á lofti þá hádegi og svona iðulega þá það í kringum klukkan 12. Já, kannski iðulega en ekki hér á landi og það líka mismunandi eftir staðsetningu hvenær hádegi Þannig að einfalda svarið við þessar einföldu spurningu hvað klukkan? Já, það kannski hún klukkutíma meira en hún ætti að vera. Í gegnum tíðina hafa tímareikninga verið með ýmsu móti hér á landi og svo var það árið 1968 sem Greenwich-tími var tekin upp og sumar- og vetratími var lagður niður og eftir það hefur klukkan miðast við 0 baug og verið klukkustund á undan sólargangstíma. Röksemdirnar fyrir því voru ýmsar, til dæmis að færsla klukkunar 2 ári ruglaði áætlana tíma flugvéla, það væri mikil vinna að endurstilla klukkur 2 á ári og að breytingin færði Ísland nær meginlandi Evrópu í tíma sem væri veigamikið fyrir símasamband. Og síðan þá hefur ekki nást sátt hvað klukkan Tillögur að breyta klukkun hafa nokkur sinnum verið ræddar á Alþingi, margir hafa þessu skoðun og nýlega verður stofnaðar 2 undirskriftalistar á Ísland.is með og á móti því að breyta klukkunni. Ég vil færa hana sem fram á við. Hvers vegna? Það nú bara út af dimmunni og svoleiðis hérna. Að fá hérna, að vakna meiri birtu heldur en hitt sko. Já, bara af hverju ekki, það verður fínt að kannski losna aðeins við þetta myrkur og já, sofa aðeins lengur kannski. Nei, mér finnst þetta ekki að breyta klukkunni. Hvers vegna ekki? Mér finnst þetta bara fínt eins og þetta Það eru auðvitað sumir þarna úti sem að væri kannski til í að syngjunni til að ná nokkrum auka mínútum í svefn. Þannig að ég til það alveg, að allir lagi mín vegna sko. Já, mér finnst þetta breytinni. Það bara, þá fær maður meiri birtu á morgnana og verður meira myrkur á kvöldin. Þá getur maður bara verið með kertaljós og kósí á kvöldin. Yrði klukkunni hliðrað og henni senkað klukkustund þannig að við værum á sólarhringstíma? Já, hvað myndi það þýða? En við munum aldrei fjölga eða fækka birtustundum, heldur þurfum við að skilgreina hvað vökutími þýðir. Hvenær vöknum við og hvenær förum við að sofa. Og þá hægt að fjölga annarkvort á morgnana með því að vakna fyrr og vera þá stillt þannig. En þá myndum við að fækka mótið þetta á síðdegis. En þar yrðu alltaf svipa margar? Já, það bara lega landsins og hnattlegun jarðarinnar og halli jarðarinnar sem veldur því að birtustundi verða alltaf jafn margar hér á þessu landi. Og þá í annað. Ragnhildur Gísladóttir og músíktilraunir eru meðal þeirra sem fengu viðurkenningar fyrir að efla íslenskt tónlistarlíf á degi íslenskrar tónlistar. Deginum var fagnað með ýmsum hætti. Dagurinn hófst með samsöng í flestum grunnskólum landsins og þar var sungið lag Páls Óskars og Benna Hem, eitt af blómunum, en lagið fjallar einelti. Þeir heimsóttu Snælandsskóla í Kópavogi og tóku lagið með börnunum í morgun. Hvernig fannst ykkur að fá að syngja hérna þennan samsöng með skólanum ykkar en líka með Páli Óskari og Benna Hem? Mér fannst það nú bara alveg rosalega gaman og ég myndi bara halda þessu áfram. Mér finnst þetta hafa verið rosalega skemmtilegt og ég rosalega glöð að ég hafi tekið þátt í þessu. Hlustið þið mikið á íslenska tónlist? Já, stundum. Herrar Netusmér og Aron Kahn og einhverjir. Já, kannski sem í æskæðis eða eitthvað. Þú veist alveg hver það sem ég að tala
heyra þetta lag sungið af börnum í barnaskóla, já, það náði mér alveg inn að kviku. Ég er bara hissa að ég hef komist í gegnum þetta. Ég held að það sé eiginlega besta leiðin til þess að halda tungunni ferskri, að syngja íslenska tónlist og búa til nýja texta og leika okkur með málið er þetta langsterkasta leiðin. Fyrir mér þá minnir þessi dagur okkur á það hvað við eigum mörg ómetanleg gull þegar kemur að íslenskri tónlist, bæði lögum og textum. Við erum líka núna að halda í heiðri bara þeirri staðreynd að við höfum mjög mörg falleg lög sem eru samin af fólki af holdi og blóði, ekki gervigreind. Formleg dagskrá Dags íslenskrar tónlistar hófst svo í Hörpu síðdegis en þar fengu músíktilraunir heiðursverðlaun fyrir að byggja brautarpall fyrir ungt tónlistarfólk. Margt okkar efnilegasta tónlistarfólk uppgötvaðist þar. Ragnhildur Gísladóttir hlaut heiðursmerki Stefs en nánar má lesa fleiri verðlaunahafa á rúv.is. Árleg landvættablót Ásatrúarfélagsins voru haldin á 5 stöðum á landinu í kvöld. Ólöf Rún Erlendsdóttir fylgdist með blótinu á Norðurlandi. Ólöf, hvað er landvættablót? Já, það sem ég sá hérna áðan var allavega mjög falleg stund, helgistund, þar sem ásatrúarfólk hérna frá Akureyri og nágrenni kom saman og var að heilla eða blóta landvættunum. Og hér á Norðurlandi var þetta svona til heiðurs verndaranum hér. Þetta eru auðvitað landvættirnar sem við þekkjum af skjaldarmerkinu Verndarar Íslands og hér á Norðurlandi var verið að blóta gamminum eða erninum. Blót þetta ætli að helga landvættum okkar sem hafa verndað Ísland frá örófi alda. Heill. Heill. Já, þarna sáum við og heyrðum í Ragnari Þveraenga Goða sem hélt auðvitað þessa helgistund hérna í dag. Hann er hérna hjá okkur. Ragnar, það er kannski best ég fái þig til að útskýra hvað var eiginlega að vera hérna áðan. Já, þetta er blót sem við höldum til heilla landvættunum sem vernda landið og þess vegna er þetta haldið 1. desember fullveldisdaginn, fyrsta táknrænt hafa haldið þetta blót þennan dag. Og þetta eru landvættirnir 4 en það eru 5 blót í gangi eða voru í gangi á sama tíma í dag. Hvert er þetta 5? Já, það er blót í hverjum landsfjórðungi og svo er svona sameiningablót á Þingvöllum, svona miðjan í hringnum nokkurn veginn, ekki landfræðilega samt. Einmitt, og þið eruð að gera fleira en bara heyra landvættirnar. Ég heyrði að fólk var að líka bara tala á persónulegu nótum hérna áðan. Þetta hefur meiri þýðingu og hérna fólk er óhrætt við að heilla hvert öðru. Já, það er rauninni bara, fólk segir bara það sem það vill. Það er til dæmis á blótun okkar fyrsta vetrardag, þar er mikið, náðast ekki rifist en fólk óskar eftir snjóléttu vetri og svo næsti vill mikinn snjó og svona. Og hornið er látið ganga hérna þegar fólk er að blóta. Hvað er í þessu horni eiginlega? Það var reynda bara með vatnið í núna en það er nú alveg misjænt. Það er til þess að eins og jólablótin okkar sem núna verður 21. desember, það gerir ég ráð fyrir að vera með jólaöl bara. Og það er svona með ykkar stærstu viðburðum, er það ekki, jólablótið sem er næst? Jó, það er, okkar er stærsti dagur, svona fjölmennasta veislan og Akkurat, takk fyrir þetta Ragnar og takk fyrir að leyfa okkur að fylgjast með. En við segjum þessu lokið og kveðjum héðan úr landsfjórðungi Arnarins. Takk fyrir þetta, Ólöf Rún. Þið verðið á allt öðrum nótum í Kastljósinu í kvöld, Bergsteinn. Já, við ætlum að tala Huntingtons sjúkdóminn sem er arfgengur taugahrörnunarsjúkdómur. Hefur hingað til verið talinn ólæknanlegur en í haust þá tókst breskum vísindamönnum að hægja á framgangan sem alltaf 75% sem eru stór tíðindi. Og við ætlum að ræða við fólk sem hefur kynnst Huntingtons sjúkdómnum og hans grimmu hönd af eigin raun í þættinum í kvöld. En svo vendum við kvæðið okkar í kross og ætlum að skoða hvað stjórnmálaflokkar eru að gera til að höfða til ungs fólks og tölum við formenn ungliðahreyfinganna meðal annars. Takk fyrir þetta og eftir Kastljósið verður silfrið á dagskrá og hvað ætlar að bjóða okkur upp á þar í kvöld, Valgeir? Já, eins og hefur komið fram í fréttatímanum þá er fullveldisdagurinn í dag og ýmis mál sem tengjast fullveldinu verið til umræðu í kvöld. Staða Íslands í heimi þar sem að stórþjóðir hirða lítið alþjóðalög, tungumálið,
tækni og alþjóðasamstarf. Hingað koma Halldór Benjamín Þorbergsson, stjórnarformaður Almannaróms, Ragnhildur Helgadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík, Lóa Björk Björnsdóttir, dagskrárgerðarkona og Ragnheiður Kristjánsdóttir, sagnfræðiprófessor. Við verðum í loftinu korter yfir 8. Takk fyrir það, Valgeir. Þá ætlum við að líta til veðurs. Hitatölur hafa verið nokkuð mildar undanfarna daga en það mun kólna smám saman þegar að líða tekur á vikuna. Það verður hins vegar nokkuð einsleitt veður með ríkjandi norðaustlægri átt og snjókomu á köflum norðan og austanlands. Sunnan og vestan til verða næstu dagar lengst af heiðríkir og þurrir. Við förum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sig í gær áfram í milliriðla á heimsmeistaramótinu. Þar mætir liðið Svartfjallalandi, Spáni og Færeyjum. Við heyrum í okkar fólki úti. Þetta verður allt saman töff leikir þar sem við erum að mæta liðum sem eru á mjög góðu skriði og mjög góð. Riðlakeppnin er enn í fullum gangi og Japan og Króatía mættust seinnipartinn í hreinum úrslitaleikum að komast áfram. Og í dag voru kynnt ný íþróttamannalaun sem verða greidd í fyrsta sinn á næsta ári. Launasjóðurinn er samstarfsverkefni ISÍ og Afreksmiðstöðvar Íslands. Þessum degi ber að fagna. Ég er náttúrulega búin að bíða eftir þessu örugglega í 15 ár cirka síðan ég var sjálf að berjast fyrir þessu. Þá skulum við fara yfir það sem er helst í fréttatímanum. Ögur stund gæti orðið í viðræðum framtíð Úkraínu í þessari viku, segir utanríkismálastjóri ESB. Hún óttast að Rússar og Bandaríkjamenn þrýsti á Úkraínu eftirgjöf á landi. Samfylkingin er áfram langstærsti flokkur landsins samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup og Miðflokkurinn hefur aldrei notið meiri hylli. Ríkisstjórnin heldur fylgi sínu betur en ríkisstjórnir síðustu 16 ára. Óvíst er hvort raforkuframboð anni eftirspurn á næstu árum samkvæmt nýrri orkuspá. Það að það sé ekki hægt að flytja hana með ásættanlegum hætti gengur ekki upp. Besta leiðin til að standa vörð tungumálið er að syngja íslensk lög með börnum, sögðu Benni Hemhem og Páll Óskar sem stýrðu samsöng í Snælandsskóla á degi íslenskrar tónlistar. Fyrir þau sem kjósa sitja hjá, horfa alla aðra ráðast á. Þessi fréttatími er á enda. Fréttastofan stendur vaktina á RÚV.is allan sólarhringinn og í RÚV appinu má finna bæði fréttir og fréttaskýringaþætti. Það má líka senda fréttastofunni ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Verið sæl.